Jæja, ég ætla að fá að kynna seinni aðalfyrirlesara dagsins. Björg Sigríður Hermannsdóttir. Hún ráðgjafi hjá Forvörnum ehf. og sálfræðingur hjá National Health Service í London. Og hún ætlar að fjalla efni sem ber yfirskriftina fjölbreytileiki í íslenskum skólum, líðan kennara og annars starfsfólks. Gjörðu svo vel. Snúaði aðeins. Kæra þakkir fyrir að bjóða mér að vera með. Áður en ég byrja, hver músin? Já, hillunni hana. Já. Sjá. Gerum við svona? Nei, byrju. Já, ég ráðgjafar sálfræðingur og ég hérna fyrir hönd forvarna og ég verið að vinna stundum með þeim þegar ég á Íslandi en ég síðustu 13 mánuði ég búin að vera innflytjandi á Bretlandi, í London og svo ég fyrrverandi útlendingur í Bandaríkjunum þar sem ég bjó í 8 ár á meðan ég var í námi. Og ég vinn núna sem sálfræðingur í London í borgarhluta þar sem yfir 100 tungumál eru töluð og ég hef heyrt í fleygt og ekki hafa það eftir mér. Ég hef heyrt í fleygt að þetta séu borgarhluti eða blettur þar sem fleiri tungumál eru töluð en á nokkru öðru svæði í Evrópu. Allavega, mikil fjölbreytni. Yfir 2/3 hlutar íbúa tilheyra svokölluðum minnihlutahópum sem auðvitað sérstakt orð í þessu samhengi. En mikil fjölbreytni í London. Þið eru sérfræðingar í kennslu barna og unglinga og ég vinn aðallega bara nánast eingöngu með fullorðnum. Þannig að þessi fyrirlestur verður ekki tilraun til að kenna ykkur hvernig á að kenna nemendum. Þið eru með miklu meiri reynslu en ég af starfi í íslenskum skólum. En það sem mig langar að fjalla eru nokkrir þættir sem geta haft mikil áhrif á líðan ykkar og okkar allra í starfi. Og áður en ég geri það, þá langar mig aðeins að tala hversu mikilvægu hlutverki þið sinnið fyrir íslenskt samfélag, svona ef það leikur einhver vafi á því í ykkar hugum. Og þá hvað varðar fjölmenningarmál. Í það að börn með ólíkan bakgrunn séu saman komin í einum bekk eða í einum og sama skólanum gríðarlega dýrmætt og það ekki sjálfgefið. Á Bretlandi, eins og ég sagði, þá er mikil fjölbreytileiki og rúmlega fjórðungur nemenda sem tilheyrir svokölluðum minnihlutahópum, svona á landsvísu. Og í London þessi tala miklu hærri, yfir 70% nemenda sem byrja skólagöngu tilheyra svokölluðum minnihlutahópum. En það ekki nóg að hafa bara fjölbreytileika eða hafa bara mikið af fólki með alls konar bakgrunn sem búa á sama svæði. Það dugar ekki alltaf til. Því miður á Bretlandi mikil stéttaskipting og stefna yfirvalda hefur svona á einhverju leyti orðið til þess að skapa ákveðna fjarlægð og aðskilnað á milli menningarhópa oft á tíðum og trúarhópa. Og verður stundum til þess og allt of oft að börn og fullorðnir alast upp og búa jafnvel út lífið að mestu leyti innan eigin menningarhóps og jafnvel ekki í neinum sérstökum tengslum við fjölbreytileikann sem allt í kring. Þannig að það ekki nóg að við búum bara hlið við hlið eða höfum svona samhliða tilvist til þess að við kynnumst hvert öðru og sköpum samheldni í samfélaginu. Strax við upphaf skólagöngu verður ákveðinn aðskilnaður því miður. Á landsvísu eru það bil 94% hvítra breskra nemenda sem fara í skóla sem hvítir Bretar eru í meirihluta og 90% nemenda í London sem tilheyra minnihlutahópum fara í skóla sem minnihlutahópar eru í meirihluta. Þannig að þegar börn byrja í skóla þá eru langflest hvít bresk börn sem fara í umhverfi það sem hvítir Bretar eru í meirihluta og svo öfugt. Og þá geti fólk kannski spurt sig þetta ekki bara allt í lagi, þetta eitthvað vandamál? En það nú kannski svolítið þannig eins og við vitum sennilega öll hérna inni að aðskilnaður á milli hópa oftast nær ekki góð samfélagsleg uppskrift.
Og það fræg tilraun úr félagssálfræði, þið kannist kannski öll við Sheriff og félagar upp úr 1950. Það sem þeir tóku, buðu hópi hvítra millistétta drengja í Bandaríkjunum í svona gerfi sumarbúðir sem voru í rauninni ein stór rannsókn og skiptu þeim upp handahófskennt í 2 hópa. Þetta voru strákar með mjög svipaðan bakgrunn, skiptu þeim upp í 2 hópa og höfðu þá svolítið aðskilda og létu þá leysa alls konar og svona keppa sín á milli og höfðu þá svolítið sér. Og mjög fljótt mynduðust ansi sterk viðhorf innan hvors hóps fyrir sig að strákarnir í hinum hópnum væru bara frekar asnalegir og leiðilegir og ósanngjarnir og ómögulegir, en strákarnir í okkar hópi, mínum, og væru bara miklu betri. Og þetta gerðist mjög hratt og eftir að þessi viðhorf voru komin upp, það var bara hægara sagt en gert að vinda ofan af þeim. Og það virtist ekki ganga að vinda ofan af þeim fyrr en strákar úr báðum hópum voru látnir vinna saman að því að leysa til dæmis þrautir sem var ómögulegt að leysa nema með samvinnu. Þannig að það var ekki nóg að hafa þá bara á sama svæði, láta þá hittast, láta þá vera í kringum hvern annan, heldur var samvinna nauðsynleg. Og það hafa fjölbreytni í nemendahópi gefur ofsalega dýrmætt tækifæri til þess að kenna þessa samvinnu og hjálpa börnum og hjálpa okkur öllum að læra það að vinna saman svo að við getum verið ólík og stundum ósammála og unnið saman samt sem áður. Áður en við höldum lengra þá má langa aðeins að skoða hvað við eigum við þegar við tölum fjölmenningarmál. Mér stundum brenna við að fólk af íslenskum ættum tala fjölmenningarmál eins og þessi við innan gæsalappa séum öll af sama grunni og að hinir séu öðruvísi. Og kannski að þessi íslensku við þurfum svolítið að læra hvernig við eigum að sinna eða hjálpa þeim sem eru öðruvísi. Við skoðum þessar tölur hérna, þetta frá Hagstofunni frá 2015, þá voru yfir 270.000 manns á Íslandi sem höfðu engan erlendan bakgrunn, sem sagt fædd á Íslandi með báða foreldra af íslenskum uppruna. Innflytjendur voru yfir 27.000 og við skulum athuga það í þessum hópi, í hópi innflytjenda, gríðarlega breitt. Þar fólk sem hefur til dæmis búið á Íslandi í 43 ár og borðar soðna ýsu og horfir á útsvar og gengur í lopasokkum, og svo líka í þessum hópi fólk sem kannski búið að búa á Íslandi bara í nokkra mánuði og rétt að byrja átt að sá því hvernig maður kemst bara frá A til B og hvernig íslenska stafrófið virkar og svo framvegis. Þannig að það mikil fjölbreytileiki inn í þessum hópi og fólk frá alls konar löndum. Önnur kynslóð innflytjenda sem mér finnst athyglisvert að skoða, kannski benda til þess hvað fjölbreytileiki á Íslandi frekar nýtilkominn. Þetta mjög lítill hópur, hlutfallslega. Börn innflytjenda, börn þeirra sem hafa flust til Íslands ekkert sérlega mörg. En svo líka börn sem ekki börn, heldur fólk sem á annað foreldri af íslenskum ættum og hitt foreldri af erlendum ættum, sem sagt tveggja þjóða fólk og hefur ýmist fæðst á Íslandi eða erlendis, og svo fólk sem hefur fæðst erlendis en hefur íslenskan bakgrunn. Þannig að þessi skipting í Íslendinga og útlendinga kannski ekki svo einföld. Og ég held að við öll hérna inni sennilega höfum það að markmið að byggja upp samheldni í skólastarfi og byggja upp farsælt skólastarf og stuðla að samheldni í samfélaginu í heild. En til þess að við getum gert það, þá mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að þetta við-hugtak verður að ná okkur öll. Við erum öll í sama liði. Og það þarf að ná yfir okkur sem erum af íslensku bergi brotin og okkur sem erum með rætur í öðrum löndum. Og á Íslandi höfum við ennþá tækifæri til að fyrirbyggja rótgróinn aðskilnað. Og þið eru öll í lykilhlutverkum við að hjálpa til við það, byggja brýr á milli nemenda og að hjálpa til við að stuðla að samfélagi þar sem við getum öll verið ólík og unnið saman. Og eins og Hanna var nú að tala og svo ofsalega gaman að heyra hvað að ganga vel. Það eru dýrmæt tækifæri sem felast í fjölbreytileika og sem þið hafið örugglega komist í kynni við nú þegar. Aukin víðsýni, nýjar hugmyndir, alls konar ný sjónarmið sem við kannski höfum ekki heyrt áður og þjálfun í samskiptum við fólk sem ólíkt okkur á einhvern hátt. En fjölbreytileiki svona eins og ég sagði, við vitum flest, hann frekar nýtilkominn á Íslandi og ég held að
að fagfólk og margar stofnanir á Íslandi séu í rauninni enn að taka svolítið við sér og kannski kennarastéttin og skólastarfsfólk á margan hátt komið lengra en sumar aðrar stéttir og aðrar greinar. Og því að við kannski brugðist að mörgu leyti meira við fjölbreytileika og eru svona komin aðeins lengra heldur en margir aðrir. En það eru margar áskoranir sem tengjast fjölbreytileika. Óhjákvæmilega þegar það komin meiri fjölbreytileiki í skólastarf, þá eru fleiri börn með íslensku sem annað mál eða þriðja mál eða fjórða mál. Fjölbreyttari menningarhefðir sem við erum að komast í kynni við. Börn og unglingar eru með ólíka lífsreynslu að baki, oft gjör ólíka lífsreynslu að baki. Foreldrar eru með margvíslegar lífsskoðanir, uppeldisaðferðir og samskiptamáta og svo framvegis. Nemendur auðvitað með ólíka getu og ólíkan námsgrunn, hafa kannski mikið í skóla í öðrum löndum þar sem kennt var annað efni kennt og kennt öðruvísi eða mist úr skóla. Mismunandi félagslegar aðstæður og mismunandi aðgengi að úrræðum. Og svo nemendur og foreldrar með margvíslegar væntingar til skóla og til ykkar allra. Og meiri fjölbreytileiki, þessi aukna breidd getur valdið streitu meðal kennara og starfsfólks. Erlendar rannsóknir hafa bent til þess að þriðjungur kennara upplifi mikla streitu í starfi og samkvæmt Kennarasambandi Íslands eru tölurnar á Íslandi frekar svipaðar. Þriðjungur kennara upplifi mikla streitu og það eru auðvitað margt sem margir ytri þættir sem geta ýtt undir streitu. Og til dæmis voru að tala aðgengi að námsgögnum. Ef það takmarka aðgengi að almennilegum námsgögnum fyrir börn af ólíkum uppruna, þá auðvitað getur það valdið kennara ákveðinni streitu. En það eru líka hlutir eins og vinnuumhverfi, verkefnin sem þið þurfa að leysa, stuðningurinn sem þið fáið, þjálfunin sem þið hafið, laun og svo framvegis. Það eru margir þættir sem hafa áhrif á streitu. En það var athyglisverð rannsókn sem var gerð á Íslandi sem benti til þess að kennara sem höfðu meiri áhyggjur, meiri einkenni kvíða og þunglyndis voru líklegri en aðrir kennara til að meta hegðun nemenda sinna erfiðari. Kannski ekki skrítið, þegar manni líður illa almennt, þá virðast oft verkefni daglegs lífs bara almennt erfiðari. Og hvað þá ef þið vinnið með nemendum og það eru kannski krefjandi aðstæður, þá auðvitað kannski eðlilegt að kennari upplifa það aðeins á neikvæðari hátt ef hann líður sjálfum illa. Mikil og langvarandi streita getur líka ýtt undir einkenni kvíða og þunglyndis, sem aftur getur þá gert upplifun kennara að starfi sínu neikvæðari en ella. En þetta getur haldist svolítið í hendur. Og það var þýsk rannsókn sem benti til þess að lítill sem engin munur væri á tíðni streitu meðal kennara á milli skóla. Það er að segja, tíðnin var mjög svipuð á milli skóla sem voru rannsakaðir í þessari þýsku rannsókn, sem benti til þess að hlutir eins og til dæmis mismunandi stjórnunarstíll eða skólaumhverfi hefði hlutfallslega lítil áhrif, en það fannst meiri munur á milli kennara innan hvers skóla. Það er að segja, kennara sem upplifðu kennsluna sem almennt meira krefjandi og fannst þeir hafa fá bjargráð og fáar leiðir til þess að takast á við áskoranir, voru líklegri en aðrir kennarar til að finna fyrir streitu og einkennum kulnunar. Og þetta getur verið svolítið eins og eggið og hænan. Það er svolítið erfitt að segja nákvæmlega til hvort það sé upplifun af aðstæðum sem hafi áhrif á streitu eða hvort það sé meiri streita sem hafi áhrif á upplifun á aðstæðum og mögulega helst þetta bara svolítið í hendur og gæti kannski orðið ákveðin vítahringur sem getur orðið svolítið alvarlegur og ég ætla að reyna að vera ekki of þunglyndisleg en ég ætla samt að halda áfram. Því langvarandi og mikil streita getur leitt til kulnunar í starfi og kulnun virðist vera algengari á meðal starfshópa sem að bera ábyrgð á velferð annarra. Til dæmis hópa sem eru undir miklu tilfinningalegu álagi og leysa flókin verkefni að staðaldri. Og ég myndi segja að þið tilheyrið hópum sem það á við og heilbrigðisstarfsfólk og margir aðrir hópar. Og það hafa verið margar rannsóknir gerðar á kulnun svona á síðustu árum og margar skilgreiningar settar fram og það er ekki allir alveg sammála hvernig á að skilgreina kulnun í starfi og hvernig til dæmis kulnun er ólík kvíða og þunglyndi og svo framvegis. En svona samkvæmt helstu skilgreiningum þá einkennist kulnun af þessum þáttum sem þið sjáið hérna uppi. Langvarandi streita, líkamleg kvillar, til dæmis vöðvaspenna, höfuðverkir, magaverkir, örþreyta og örmögnun, neikvæð upplifun á eigin afkostum og árangri í starfi, áhugaleysi í starfi,
minni starfslöngun og skert vinnufærni og svona vanlíðan sem tengist starfi að miklu leyti. En þetta getur orðið svolítið alvarlegt ástand og streita og kulnun auðvitað ekki bundin við fjölmenningarlegt starf en aukinn fjölbreytileiki getur komið með nýjar áskoranir fyrir kennara og jafnvel aukið aðeins streitu. Sérstaklega ef að kennarum finnst ekki verið stakkbúnir eða hafa bjargráð og þjálfun og stuðning til að takast á við verkefnin. Og virkilega athyglisverð rannsókn frá Ísrael sem benti til þess að kennarar upplifðu streitu bæði í tengslum við almenn kennslustörf og í tengslum við fjölbreytileika meðal nemenda. Það hefur sem sagt verið vaxandi fjölbreytileiki í Ísrael og ég vissi þetta nú ekki fyrir en ég las rannsóknina. Margir frá fyrrum Sovétríkjunum, fyrrverandi Sovétríkjunum sem hafa flust til Ísrael og meiri fjölbreytileiki í ísraelskum skólum. En þau fundu sem sagt út að streita tengd fjölbreytileika var meiri meðal kennara sem aðhylltust samlögun innflytjenda. Kennara sem aðhylltust skoðanir eins og það sé best fyrir Ísrael ef innflytjendur sé að skilja við menningarbakgrunn sinn og skólinn gegnir lykilhlutverki í að breyta innflytjendum í Ísraela og svo framvegis. Og streita virtist vera minni á meðal kennara sem aðhylltust fjölhyggju eða samþættingu. Sem sagt kennara sem voru sammála staðhæfingum eins og Ísraelsbúar eiga að læra menningarbakgrunn innflytjenda, kennsluaðferð að miðast við þarfir innflytjenda barna og svo framvegis. Og kannski ætti ekki heldur að koma á óvart ef ég til dæmis upplifði, ef ég var í kennari og upplifði fjölbreytileika sem svona frekar neikvætt fyrirbæri og kannski ekki gott fyrir landið mitt eða upplifði sem einhvers konar ógn og kannski sæi hlutverk mitt sem það að fletja svolítið út fjölbreytileikan og svo færi ég og kenndi hópi fjölbreytta nemenda dag eftir dag eftir dag, þá er ekkert óvenjulegt að ég upplifði streitu því væri rauninni í sífelldri innri baráttu og ytri baráttu við það sem væri að gerast. Þannig að við þurfum ekki síður að skoða hvernig við sjálf erum að upplifa fjölbreytileikann. Og eitt af því sem við ættum að skoða reglulega er hvaða markmið við erum að setja okkur. Við getum ekki stjórnað hegðun annarra. Og ég setti hérna mynd af fallegum kindum. Hvað var margir hérna inni farið í réttir? Eða réttin margir. Ég hef aldrei farið í réttir. Ég er ekki nógu góður Íslandingur greinilega. Ég hef aldrei farið í réttir á Íslandi eða annars staðar. En ég hef hitt íslenska kindur og ég veit að þær láta illa stjórn. Og ef ég færi nú í réttir og ætlaði að meta hæfileikana mína og sjálfsmynd mína eftir því hversu vel mig gengur að láta íslenska kindur standa kyrrar í beinni röð til dæmis, þá er mjög líklegt að mér fara að líða mjög illa með sjálfa mig eftir bara nokkra mínútur jafnvel. Og á svipaðan hátt þá getum við ekki alveg haft fulla stjórn á því til dæmis hversu vel nemendum gengur að einbeita sér eða hversu hratt börn af erlendum uppruna læra íslensku eða hversu hratt foreldrar eru að læra íslensku eða hversu mikinn þátt foreldrar taka í skólastarfi og hvernig geta stutt við börnin sín og hvernig börnin gengur félagslega og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Við getum ekki stjórnað hegðun annarra. Og það er ekki okkar hlutverk að fletja út fjölbreytileikann. Það er ekki okkar hlutverk að fá nemendur til að hugsa eins eða haga sér eins eða að vera sammála alltaf. Við getum bara ekkert stjórnað því og það er ekki okkar hlutverk. Heldur að hjálpa til við að skapa aðstæður sem við getum verið ólík. Við getum öll verið ólík og unnið saman. Og svo er það líka þannig að við getum ekki gert allt. Þetta eru allt nýjar upplýsingar fyrir ykkur, er það ekki? Þetta er byggt á nýjustu rannsóknum. Ég til dæmis get verið besti sálfræðingurinn í bænum, en það þýðir ekki að ég geti hjálpað öllum alltaf. Óraunhæfar kröfur geta komið innan frá, ekki síður en frá öðrum.
Í minni vinnu, til dæmis, minni aðalvinnu, miðað við að ég geti hjálpað 50% skjólstæðinga minna að ná fullum bata. Ég vinn sem sagt ég vinn í hálfvistarfi á geðheilbrigðismiðstöð fyrir almenning sem kemur fólk með alls konar vandamál og geðraskanir og erfiðleika. Og það er miðað við að ég geti hjálpað 50% fólks ná fullum bata og ef ég næ því þá er ég góð, þá er ég sem sagt á réttu róli. Mitt markmið nær því að vera 99,5%. Það ekki raunhæft. Ég get ekki að það gert. Ég þarf bara sífellt að minna sjálfa mig á það að ég mannleg og að ég get ekki alltaf gert það sem ég langar að gera og að sálfræðimeðferð samstarf milli beggja aðila og kennsla og starf með börnum og unglingum líka samstarf. Er það ekki? Já. Og suma daga náum við að gera heilmikið og okkur gengur mjög vel en aðra daga tankurinn okkar kannski bara hálfur eða bara mjög lítið í honum og verkefnin of mörg og flókin og það verðum við að sættast við það að við getum ekki gert allt og setja okkur mörk, gera það sem við getum og leyfa hinu að vera. Það getur verið svolítið erfitt. Ég vinn mikið út frá hugrænni atferlismeðferð í mínu starfi og í bland við margar aðrar meðferðarnálganir. Mér finnst mjög gaman að blanda þeim saman eftir því sem hentar og eftir því sem þarf. En samkvæmt hugrænni atferlismeðferð sem þið kannski kannist vel við, þá það oftar en ekki túlkun okkar á aðstæðum, frekar en aðstæðurnar sjálfar sem hafa mest áhrif á líðan. Og hugræn atferlismeðferð hefur verið mikið rannsökuð og svona ein aðalmeðferðin við til dæmis kvíða og þunglyndi og árangurinn í flestum rannsóknum sambærilegur ef ekki betri en árangur að lyfjameðferð. Og setja þetta í smá samhengi. En túlkun okkar getur haft mikil áhrif á það hvernig okkur líður. Til dæmis, ef ég lendi í því að samstarfskona heilsar mér ekki tilbaka því ég býð góðan daginn, þá geti ég hugsað, henni finnst ég svo líðanleg. Og kannski upplifi ég þá depurð eða óöryggi eða það var bara svolítið leið. Ég geti lent í þessu sama atviki og hugsa, hún er svo dónaleg, þessi kona. Upplifa kannski gremju eða pirring eða reiði. Þetta eru sömu aðstæðurnar. Ég geti líka til dæmis staðið hérna núna og hort kannski á þessi konu hérna aftarlega sem er svona frekar alvarleg og ég geti hugsað, nú er þetta alltaf að fara í vaskinn. Hún myndi kannski fara að skjálfa og svitna. Ég geti líka hort á tekið eftir þessari sömu konu og hugsa, já, hún er örugglega bara að hugsa. Hún er að einbeita sér. Og þá líður mér öðruvísi. Og kannski við tökum þetta svona í skólasamhengi. Ef kennar að fara til til prófs í 9. bekk og unglingsstrákur á aftasta bekk hallar sér upp að vegg eins og hann hefur gert kannski allt missarið og með húin ofan í augu og þungur á brún. Virðist ekki vera að fylgjast með, frekar en fyrir daginn. Þá gæti kennarinn til dæmis hugsa sem svo að þessi strákur ber enga virðingu fyrir mér. Mögulega upplifað gremju eða pirring. Nú, kennarinn gæti líka tekið eftir að Mikael ekki að fylgjast með og hugsa mistekst alltaf að ná til þessara krakka. Upplifa kannski óöryggi og svolítið vont fyrir sjálfsmyndina eða svona álit á eigin hæfni. Nú ef kennarinn fengi að vita að Mikael kannski búinn að sofa mjög illa síðustu mánuði af því hann er svo kvíðinn. Nú gæti kennarinn kannski hugsa sem svo, já, hann er sennilega úrvinda. Kannski búinn að úrvinda bara allt árið. Mögulega upplifa aðra tilfinningar. Kannski samkennd eða eitthvað annað. Annað dæmi, ef að kennari til dæmis ræði við foreldra barns sem á erfitt með einbeitingu og á eftir í námi og mæli með sálfræðimati og námsmati og foreldrarnir segja, nei, engin þörf á því. Hafna tillögunni alfarið, segja, henni Maju líður mjög vel. Þá gæti kennarinn til dæmis túlka þetta sem svo að þeim greinilega alveg sama stelpuna. Styðja ekkert við hana. Mögulega gætu foreldrarnir hafa haft neikvæða reynslu, erfiða reynslu af samskiptum við fagfólk og stofnanir í heimalandinu
og kannski hafa áhyggjur af því að mæja verið tekin frá þeim ef þau tala að sé eitthvað eða fara í eitthvað svona mat. Kennarinn gæti þá túlkað sem svo, þau eiga kannski erfitt með að treysta fagfólki. Kannski það sem í gangi. Gæti haldið áfram með alls konar dæmi. En staðreyndin svo að við erum alltaf að túlka aðstæður. Við erum að túlka, daginn út og daginn inn. Og bara það nauðsynlegur hluti þess að vera manneskja. Við þurfum að túlka aðstæður til að geta brugðist við og átt í samskiptum og bara skilja hvað að ske og komast áfram í gegnum daginn. En hins vegar getur túlkun okkar oft verið skökk. Og þegar við vinnum með fólki með ólíkan bakgrunn, menningabakgrunn til dæmis, þá ennþá meiri hætta á því að túlkun okkar á hegðun þeirra sé skökk. Af því að við öll túlkum oftar en ekki út frá okkar eigin reynslu, eigin menningu, eigin gildum, eigin lífsviðhorfum og svo framvegis. Og skökk túlkun getur augljóslega valdið því að við misskiljum annað fólk, en hún getur líka aukið okkar eigin streitu. Þannig, engin einföld lausn á þessu, önnur en bara hafa það í huga að við erum sífellt að túlka aðstæður, túlka hegðun annarra og túlka hvað að gerast og stundum erum við bara ekki alveg að túlka rétt. Og í ykkar starfi, alveg svo í mínu starfi, þá þurfum við stundum bara að hlusta. Ég ætla að sýna ykkur pínulítið dæmi ef við getum fundið láta tæknina virka um það. Bíðið aðeins róleg eftir mér. Okay. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Come on, if you would just... Don't! Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? We can work it out. We can work it out. Já, við höfum öll verið þessi maður. Við höfum held ég líka öll verið þessi kona. Ég oft, mjög oft, alveg handviss hvað annarri manneski fyrir bestu. Stundum langar mig bara til að kippa naglanum úr. Bara aðeins að ræða það einu sinni. En stundum verðum við bara að byrja á því að hlusta. Við bara verðum. Og svo kannski, mögulega, getum við skoða hvort að manneskja sé tilbúin til að athuga aðeins nagla. Eða kannski bara skoða hvort það sé naglinn sem sé aðalvandamálið. Hægara sagt en gert. Og eins og Hanna var að tala þá það samskipti og samband við ekki bara nemendur, heldur líka foreldra sem skipta svo miklu máli. Og það að hlusta getur verið bara grunnurinn að því að búa til svona jákvætt samband, þar sem fólk getur treyst hvert öðru og viðhalda því.
En við þurfum ekki síður að æfa okkur í sveigjanleika. Sveigjanleiki eitt mikilvægasta verkfærið, held ég, sem að við getum tileinkað okkur í starfi með fólki af fjölbreyttum uppruna. Ég reyni oft, ég reyni stundum að vinna eftir viðurkenndum aðferðum sem hafa til dæmis hugrænni atferlismeðferð með fólki sem þarf bara eitthvað allt annað. Ég reyni að passa mig á því að gera þetta ekki, en stundum ég alveg viss að ég sé með mjög góðar hugmyndir það sem þarf að gera og vil vinna svona eftir því sem hefur verið viðurkennt og rannsakað og á að virka. En svo kannski manneskjan sem ég að vinna með þarf bara langan tíma, kannski bara til að byggja traust. Hún þarf kannski eitthvað allt annað en það sem ég held að hún þurfi. Skólastarfsfólk þarf að fá svigrúm til þess að prófa sig áfram með alls konar hugmyndir, nýjar aðferðir, læra af því sem virkar og því sem virkar ekki. Og þetta svigrúm þurfum við bæði að fá frá skólastjórnendum en líka frá okkur sjálfum. Við þurfum að leyfa okkur sjálfum að prófa hvað virkar og hvað virkar ekki og læra af hvoru tveggja. Læra af eigin mistökum. Og við getum spurt okkur sjálf, hversu opin erum við fyrir því að viðurkenna til dæmis þegar það sem við erum að gera gengur ekki alveg nógu vel? Hversu opin erum við fyrir því að tala við samstarfsfólk og kannski segja vantar hugmyndir, vantar aðeins ráð, ég ekki alveg með þetta? Hversu opin erum við fyrir því að læra af samstarfsfólki af ólíkum uppruna? Læra af foreldrum, jável. Læra af nemendum. Björk Larsen tók viðtöl við kennara af erlendum uppruna á Íslandi í rannsókn sinni sem mér fannst mjög athyglisvert að sjá og það kom fram í viðtölum við þá að þeim fannst stundum íslenskir kennarar ekki vera alveg nógu samstarfsfúsir og ekki alltaf hafa mikinn áhuga á því að ræða eigin kennsluhætti. Ég skil það bara eftir hérna, til umhugsunar. Til umhugsunar fyrir okkur öll, held ég. Það sem að hjálpar okkur hvað mest í að skilja okkar eigin túlkun á aðstæðum og okkar viðbrögðin okkar og hvernig okkur líður og svo framvegis, þessi sjálfskönnun. Það að horfa svolítið í spegilinn svona og skoða hvað er að gerast bæði innra með okkur og hvað erum við að gera og hvernig það að virka. Ég myndi segja að þessi grunnur þess að vaxa og þroskast í starfi. Við komumst ekkert sérstaklega langt ef við erum ekki tilbúin til þess að skoða okkur sjálf. Almennleg sjálfskönnun er óþægileg og ég myndi bara segja það hér og nú að ef hún er ekki óþægileg þá erum við ekki að skoða nógu vel. Þá erum við bara ekki að skoða nema það sem okkur svona hendar. En við þurfum að skoða svolítið djúpt og skoða það sem er óþægilegt, skoða eigin fordóma til dæmis, skoða hvar við erum að festast, hvað við erum að gera kannski aftur og aftur og aftur sem er bara ekki að virka nógu vel og svo framvegis. Þetta er líka spennandi, þetta getur verið mjög spennandi. Ef við bara sættum okkur við að þetta er óþægilegt þá er þetta mjög spennandi og þetta er lífstíðarverkefni sem er aldrei búið. Við erum aldrei búin bara að læra okkur sjálf. Rétt eins og við erum aldrei búin að læra annað fólk. Við getum alltaf lært meira. Sjálfskönnun er ekki sjálfsgagnrýni, það er ekki það sem ég á við. Af því að ég geti til dæmis skoðað það sem eitthvað sem ég er að gera og það hefur ekki virkað og ég geti skoðað með gagnrýnum huga og ég geti hugsað sem svo, já, nú er ég bara búin að klúðra þessu eins og alltaf. Ég er bara glötuð, geti þetta ekki, geti aldrei neitt. Eða ég geti skoðað sömu hegðun eða hvað það er sem ég var að gera og hugsað, já, þetta bara virkaði ekki, athyglisvert. Akkur ætli þetta hafi gerst og lært kannski eitthvað af því og ekki dæmt mig mjög harkalega. Þá verður það svolítið auðveldara og það er gott að æfa sig í svona hlutlausri athugun, vera með forvitni í stað gagnrýni. En svona sjálfskönnun krefst ákveðins öryggis. Mér til dæmis myndi ekki líða persónulega vel með að ræða eigin takmarkanir eða líðan eða viðbrögð í starfi ef ég held að upplýsingarnar verði notaðar til þess að gagnrýna mig eða notaðar gegn mér á einhvern hátt eða ég mun ekki fá skilning eða stuðning. Og hérna geta skólastjórnendur hjálpað heilmikið til dæmis að gefa kost á handleiðslu eða öðrum stuðningi þar sem að fólk getur rætt í trúnaði hvað það er sem að
eigum í erfiðleikum með, hvernig okkur líður í raun og veru og treysti ég að það verði notað til þess að styðja okkur en ekki draga okkur niður. Við getum líka hjálpa hvert öðru að gera þetta. Það þarf ekki endilega að koma ofan frá skólastjórnendum. Við getum hjálpast við að ræða það sem óþægilegt. Starfi með börnum og unglingum, eins og þið vitið auðvitað, það fylgir mikið tilfinningalegt álag. Til dæmis geta margs konar tilfinningar komið upp ef að nemandi til dæmis uppnefndur vegna litarháttar. Í þannig aðstæðum þyrfti kennari kannski að spyrja sig, get ég farið að núna ræða rasisma? Er ég tilbúin í það? Veit ég hvernig ég á að gera það? Er ég tilbúin í þá umræðu? Kannski með 7 ára börnum eða með 16 ára börnum? Nemendur sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður, kannski að upplifa sterkar tilfinningar tengdar því að geta ekki gert það sem að myndi vilja að gera til þess að barninu líði vel. Ef að foreldrar eru með lífsskoðanir sem stangast á við manns eigin lífsskoðanir, geta margar tilfinningar komið þar upp. Kannski eru samskiptin komin í hnút eða okkur finnst þau vera að gera allt vitlaust og þeim finnst ég vera að gera allt vitlaust, til dæmis. Og margt sem fer í gegnum hugan í mörgum aðstæðum og margs konar tilfinningar, við bregðumst við á margvíslegan hátt. Og það gott að skoða líka hvernig hafa mín eigin viðhorf og gildi og menningarbakgrunnur áhrif á það hvernig ég bregst við. Við erum öll mannleg og er ekki góð hugmynd að afneita óþægilegum tilfinningum eða láta eins og það sé bara aðrir sem eiga kannski erfitt með hlutina eða að kenna öðrum eða kenna okkur sjálfum bara ofsalega mikilvægt að setja stundum niður með sjálfum okkur og skoða hvernig okkur líður og hvaðan viðbrögðin okkar koma og ekki hvort þau hafa áhrif, heldur hvernig þau hafa áhrif á samskipti okkar við fólk af fjölbreyttum uppruna. Þetta munum við ræða svolítið betur í vinnustofunni sem ég hef kostað að vera með á eftir, en það er svo margar vinnustofur í boði að ég óska ykkur bara góðs gengis að velja. En þetta í rauninni svona lífstíðarverkefni og ekki eitthvað sem við klárum núna, þannig ég ætla bara að skilja eftir marga lausa enda og margar spurningar og ég vona það að þið takið eitthvað af því með ykkur og haldið áfram að skoða það sem þarf að skoða, ræða það sem þarf að ræða eins óþægilegt og það getur nú verið og sækja ykkur stuðning og aðstoð þegar allt virðist upp í móti eða þegar streitan er farin að segja til sín eða þegar eitthvað er farið að hlaðast upp, því það er ekki gott fyrir vellíðan og ekki gott fyrir hvorki kennara né nemendur eða neinn. Þannig að við erum öll að læra og við þurfum öll stuðning. Og ég held að ég stoppi bara hér og þakka ykkur kærlega fyrir athyglina og að hafa leyft mér að vera með í dag. Takk fyrir þetta, frábært. Ég dreg aftur öll mín orð þunglyndislega fyrirlestra. Þetta var bara misskilningur. Ég sé það. Þetta búið að vera frábæri fyrirlestrar hér í dag og takk fyrir þá. Við höfum svona örfáa mínútur fyrir spurnir ef að einhver vill skjóta 1 eða 2 spurningum. Gefið mér þá merki. Það frekar rólegt yfir því. Þetta var svo skýrt. Þetta var frábært hjá þér. Heyrðu, þá þakka ég bara aftur fyrir og við klöppum aftur fyrir. Kærar þakkir.